Eitt af verkefnum sem við erum með hérna hjá Orku náttúrunnar svo kallar birtuverkefni. Og nú svolítið að fræðast meira það. Hvað getur þú sagt okkur aðeins það Guðjón? Já, birta Bæjarálsi eins og það heitir verkefnið. Það er verkefni sem við erum að reka á lóðinni hjá okkur á Orkuveitunni og er bara á kyndistöðinni sem við hliðin á Bæjarálsinum, eða er á Bæjarálsinum. Þar erum við í dag að reka 3 hraðlestastöðvar sem svolítið öflugar, 240 kW hver. Og þannig erum við að gera tilraunir með það að tengja batteri inn á þá heimtaugina sem við erum að nýta frá veitum í þessu tilfelli og erum þá að auka aflgetu stöðvanna með því að nýta ekki bara heimtaugar heldur líka að nýta þá batteri og svo erum við líka að geyma orku þá í batteríunum og þá getum við svona stillt betur á hvenær við kaupum inn orkuna fyrir hraðhleðslustöðvarnar. Og við þetta allt saman, þar setjum við sólarsölur á allt húsið, setjum á þakið, allt þakið húsið og allan vegginn sem snýr suður og ætlum þar að leita að búa til hluta af þeirri orku sem fer í hraðhleðslustöðina með sólarsölum. Og ætlum að gera svona tilraun á því hvað svona sólarsölur geta bara gefið miklu orku á Íslandi og prófum þetta svona nokkrar aðstæður. Við erum með þetta á vegg, bara lóðrétt, þannig að þær geta gefið rafmagn svona, alltaf þegar sólið þeim með húsið en líka á veturnar því þær eru lóðréttar. Og svo er á þakinu þá vísa þetta suðurs og svo erum við líka að prófa að snúa sólarsölum í austur og vestur til þess að prófa bara þá kemur hún snemma upp á morgnana, þá byrjar seljutan sem snúa í austur að framleiða rafmagn og svo snýst sólin yfir daginn og þá er alltaf svona einhverja sólarsölur að búa til orku, þannig að þetta sé ekki bara svona eitt spæk í kringum hádegi. Af hverju erum við í raun og veru að þessu? Við erum í rauninni að þessu til að reyna bara að lækka kostnað, bæði í fjárfestingum og í rekstri. Þannig að við getum í rauninni, haft orkuskiptin þjóðhagslega hagkvæmari bæði fyrir okkur sem fyrirtæki sem erum að selja þjónustuna og líka fyrir okkar viðskiptavinni sem að kaupa þjónustuna. Þá getum við, bara sparað á öllum stöðum og líka að þurfa ekki að byggja upp alla þessa innviði og ekki alla á sama tíma. Já. Þannig að það væri hugsanlega hægt að setja á svona verkefni þar sem væru veikir innviðir, segjum þar sem rarik kannski í einhverjum vandræðum sem er lands. Þá gætu við sett svona stór batteri bak við hraðhleðslustöðvar, miklu stærri en þetta, miklu stærri hlutfall og meðan þeir eru kannski 3, 4, 5 ára að klára uppbyggingu á sínum innviðum, þá getum við rauninni bara rekið svona batteri í staðinn. Hver er ágóðan á því að vera með batteri fyrir aftan svona hleðslustöð? Hleðslustöðvarnar eru, eins og segir, frekar stórar og heimtaugin er ekki jafn stór og að kaupa heimtaugar sem geta annað allir í þeirri kannski aflþörf, allir að reyna að keppast að hlaða sem hraðast, það getur verið svolítið dýrt og það getur líka verið dýrt í bara innviðum fyrir bara Ísland. Það byggja rosalega stórar heimtaugar upp á hverju einustu hraðhleðslustöð sem síðan bara notað í smá tíma yfir daginn. Og þá setjum við batteri bak við heimtaugina og þá getur batterið gefið okkur auka afl inn í hleðslustöðvarnar þegar að mesta eftirspurnin er. Já, þannig að við getum svona sparað í innviðum við að kaupa ekki á stórar heimtaugar, allir spara, veitur spara, rarik og allir og þeir sem eru að reka stöðvarnar geta sparað líka. Og hvað verður batterið stórt sjálft? Í stærðum þá er batterið svona 200 kW og er svona ca. 0,5 megawattstund sem er rýmdin en í stærð þá er þetta svona eins og 2 amerískir ísskápar. Þannig að þetta er ekkert sérstaklega stórt. Ef þetta gengur vel sérðu fyrir þér að nýta þetta á fleiri stöðum? Þessa uppsetningu? Já, þetta er svona kjörinn staður til að prófa þetta. Þetta er alltaf bara í bakgarðinum og við getum alltaf skroppið þetta út og ýtt í þetta ef eitthvað. En við sjáum fyrir okkur að framtíðar hraðhleðslustöðin verði alltaf með svona stórum batteríum og miklu stærri en þetta. Þetta er bara mjög lítið sem við erum að prófa þarna. Þetta er svona bara fyrsta tilraun. Já. En ég sé alveg fyrir mér að vinsælar stöðvar eins og Víðigerði og slús, það sé bara 1-2 megawatt í batteri og svo 2-4 megawatt stundir í orku sem við getum geymt þar bara á lager. Þú segir þessi tökum Víðigerði sem dæmi, með 1-2 megawatt sem batteri. Hvað er það mikil hleðsla? Ef ég yfirfara það yfir það að hlaða bílana, hvað er það langur tími sem ég var að geyma inn á einu batteri? Það fyrir eftir hvort það sé 4 megawattstundir eða hvernig þetta er. En þetta er svona cirka bara 2 tímar sem við horfum á að vera með lager, bara af rafmagni. Og hvað ertu lengi að fylla þessa 2 tíma þá? Þú ert aftur 2 tíma að fylla, en við myndum gera það líklega yfir lengri tíma, bara yfir nóttina. Hvernig sem það bara hendar upp á hvenær er ódýrast að kaupa rafmagnið inn á batterið.
En þú ætlar að fylla það ekki með sólarorkunni? Hér kemur hluti af orkunni frá sólarorku. Já. En eins og í Víðigerði þá erum við ekki með pláss fyrir sólarorku. Nei, það ætlar bara að nota bara batterið. Já, og getum gert það á nóttinni þessum. Hvað heldur þá, ef við förum aftur hérna með Bæjaralóns, hvað er lengi að fylla batterið sem hálft megawatt með sólarpanelum sem þú ert að setja upp? Bara sólarpanelum? Já, bara þú værir alveg nokkra daga sko, að gera það. Já. En hérna, það er alltaf mest að gera á hraðlestustöðum þegar það er gott veður og hérna í kringum hádegið og seinnipartinn. Þannig að sólarsölurnar eru í rauninni alltaf alltaf þegar það er mikið að gera á hraðlestustöðum, þá er í rauninni sólin að skína. Já. Og þá við allt land. Þannig að sólin getur alltaf hjálpað, en við sjáum í rauninni ekki fyrir okkur að hlaða mikið inn á batteríum, það fer bara í stöðunar út. Já. Þegar sólarsölurnar, þó að við séum bara að þekja þakið og þekja alla veggina, þá er það bara 100 kW í uppsetafli, en gefur ekki nema hluta af því. Og hvenær er markmiðið að þetta verði tilbúið? Við stefnum á að byrja á þessu maí og þetta verði tilbúið bara sumar. Við erum aðeins að tefjast með byggingarleyfi og annað, en við samt erum ennþá bara að horfa á maí. Við gáum okkur mjög langan tími að tefjast og ætlum að byrja framkvæmdir í maí. Við höfum prófað þetta svona batterís ekki áður? Jú, við erum með eina batterístöð í rekstri sem er á Hvolsvelli. Og þar erum við bara tengd inn á mjög litla heimtug sem bara, heldur sé 100 ampere, en við stöðin virkar eins og þessi tengd við 400 ampere heimtug og er að gefa þannig orku sko, og hefur aldrei tæmst batteri af þenni til umir. Nei, og ertu ánægð með bara þá tilraun? Hún er bara heppnast mjög vel, rekstrakostnaðurinn er mjög lítill, það sem heimtugin er mjög lítill, en fjárfestingin þar er alltaf dýrari, en svo stöðin er alltaf hugsuð til þess að vera bara svona að ferðast svolítið, hún á að fara á nýja staðsetningar. Hún verður ekki alltaf á Hvolsvelli, hún færist næst þar sem við ætlum að byrja einhver aðra uppbyggingu, bara sem svona að við séum komið eitthvað á staðinn og að fólk getur byrjað að nota staðsetninguna. Er það þá rétt skilið sko, með því að hafa batterið, þá eru að lágmarka það að við verðum lens og á stöðinni eða eru við að lágmarka þá meira bara að hraða hleðslunni? Hvort er mikilvægara í það að hafa hana? Þarna erum við bara með mjög litla heimtug, bara bráðabera heimtug sem er bara fyrir einhvern vinnuskur. Og hún getur gefið, myndi venjulega gefa kannski 70 kW eitthvað slags á eitt tengi, 70-80 kW. En þannig erum við að gefa 230 kW. Þannig að þannig getum við afgreitt miklu fleiri bara af því að stöðin... Það er hlaðin raun og veru. Já, og getum 2 hlaði í einu og allt þetta sko, og batteri bufferar alltaf. En svo verða bílarnir alltaf, minnka alltaf hvað þeir taka við. Og svo er ekki alltaf bíl í stöðinni, þannig að þá nýtur hún allan dauðan tíma til að hlaða sko. Þannig raun og veru að fara í birtuverkefni, þetta er svolítið, við erum svona að vinna með þessa þætti, það er bæði sólarorkan sem við erum að læra á og það er batterísnotkun og varðandi heimtaugina og svo náttúrulega hvernig við erum þá að nýta hleðslustöðurnar. Og hvernig svona trafikkin er. Og með sólarsölurnar þá erum við náttúrulega bara að prófa hvað það er að gefa mikið. Og ef þær kemur út verkefni og það sé að gefa ræðilega miklu orku, þá getum við alveg séð fyrir okkur á stöðum þar sem er pláss einhvers staðar í kringu stöðarnar, til dæmis í Víðigerði, þó við eigum ekki endilega landið, að þá gætum við alveg sett upp sólarsölur þar og hlaðið bara alveg helling inn á batterið sko. Það sem er nóg pláss, því að sólarsölur eru orðnar tiltölulega ódýrar. Þetta er frábært, bara svona tilraunaverkefni hjá okkur. Það er orka náttúrunnar náttúrulega í nýsköpun, það er náttúrulega sem við erum alltaf staðið fyrir.